Hvernig söfnum við okkur fyrir okkar fyrstu íbúð? Síðast þegar við vissum munaði tæpum áratug á meðalaldri þeirra sem flytja úr foreldrahúsum og þeim sem kaupa sína fyrstu fasteign. Það getur nefnilega tekið ansi langan tíma að safna fyrir íbúð og þó svo boðið sér upp á alls kyns aðstoð við fyrstu kaupendur reynist að mörgum mjög erfitt. Við þurfum nefnilega að eiga til svokallað eigið fé eða útborgun til að geta fengið lán. Það eru beinharðir peningar sem við höfum safnað og getur þurft að vera ansi há upphæð. Raggi með hattinn er einmitt í þessum hugleiðingum. Hann langar í íbúð en bankinn segist bara geta lánað fyrir 80% af verðinu, restinni þurfi Raggi að hósta upp. Þar sem þetta eru fyrstu kaup Ragga segist bankinn þó geta veitt honum aukalán sem hjálpar eitthvað til. Til viðbótar má hann svo nota það sem hann og vinnuveitendur hans hafa greitt í séreignarsparnaðinn hans að undanförnu og það skattfrjálst. Eins gott að hann skráði sig í séreignarsparnað á sínum tíma og á þar dágóða upphæð. Þrátt fyrir þetta þarf hann samt væntanlega að vera duglegur að leggja fyrir, bara til að geta átt fyrir minnstu útborgun sem í boði er. Hann er þá að taka ansi hátt lán og því fylgir auðvitað alltaf áhætta. Það segir sig sjálft að til þess að þetta gangi eins vel og mögulegt er, þarf að byrja ansi snemma að safna fyrir útborgun og ef það er mögulegt er langbest að byrja á meðan við búum enn í foreldrahúsum. Þá erum við ekki að borga leigu og ættum að geta lagt eitthvað fyrir í staðinn.